Allir þættir samstæðuverinnar eru á YouTube. Komið sæl og velkomin eftir að Rauðaborðinu. Ég heiti María Lilja og hérna hjá mér Guðný S. Bjarnadóttir frá samtökunum Vitund, gegn kynferðisofbeldi, fyrir þolendur gegn kynferðisofbeldi. Þú ert stjórnarformaður, ekki rétt munað hjá mér? Jú, það passar. Við hittumst nú aðeins stuttlega hérna í byrjunviku. Það var nú bara vegna þess að mér langaði svo að heyra frá þér varðandi dóminn sem féll, Mannréttindadómstólnum, Maríu Sjöfn í Vil. Hún hafði farið ásamt mörgum öðrum konum í mál við Íslenska ríkið vegna svona málsmeðferðar ríkisins á kynferðisbroti sem hún var fyrir eða heimilisofbeldi sem hún var fyrir. Hvað þýðingu hefur þessi dómur bara svona fyrir þolendur almennt? Hann hefur alveg gríðarlega mikla þýðingu af því að þetta er fyrsta svona mál þessara tegundar sem fær niðurstöðu í Mannréttindadómstóli Evrópu og þetta er ótrúlega góð niðurstaða ekki bara fyrir Maríu Sjöfn, heldur fyrir alla þolendur sem að fara í gegnum réttarkerfið okkar. Það er þetta algjörlega ólíðandi að mál skuli vera fyrnast á borði lögreglunnar og þarna erum við bara að horfa á fordæmi þar sem að ég vona að við sem að fara að horfa upp á almennilega breytingar í kerfinu okkar. Akkurat. Þetta er einmitt, hvað eru mörg mál? Ég man ekki, nú skýrsla Stígamóta kom út hérna fyrir nokkrum mánuðum síðan og þetta hangir hérna alltaf eitthvað staðar á bilinu 500-600 og upp í 1200 mál sem að þau fá inn á borð til sín en þau rata ekki öll á borð lögreglu. Og ástæðan fyrir því oft einmitt sögð vera vegna þess að það farið illa með þessi máli í meðferðum lögreglu og nú eiginlega komið staðfesting þarna á því. Heldurðu að þetta, hafið þá þýðingu að fólk eigi eftir að kæra kynferðisbrot kannski í mæli? Það sem ég er að vona að gerist núna er að lagabreytingar muni eiga sér stað til þess að koma í veg fyrir þessa fyrningu sem er að gerast þarna. Það er þetta bara, þegar mál er kært, þá auðvitað ætti fyrningafresturinn bara að stoppa. En í hennar tilviki var það ekki gert og það sem við erum að horfa upp á er oft stopparinn eru verklag lögreglunar. Það er ekki endilega hvernig lögin eru, heldur er það verklag lögreglunar. Og það var þarna klausa líka í dómi Mannréttindadómstóls Evrópu að sumarfrí og mannekla lögreglunar eigi ekki að koma niður á málsmeðferðar tíma og þetta er það sem við erum að horfa upp á bæði hjá lögreglunni og hjá saksóknara. Þannig að þó ég fagni því að Þorbjörg skuli að breytingum í þessu varðandi fyrningafrestin að þá vil ég sjá verklag lögreglunnar breytast. Já, og Þorbjörg, þú ert að tala um dómsmálaráðherra sem að einmitt kom fram í Kastljósi og svona þessum helstu fréttastöðum akkurat á dómsdeginum. Hún talaði einmitt um þetta, að þetta væri henni mikið hjartans mál, hún hygðist alltaf að gera margt og breyta ýmsu en hún sagði aldrei nákvæmlega hvað það var sem að hún hugðist gera en svona einmitt eins og segir að því að það kæmi þannig einhvers konar lagabreyting eitthvað. Mögulega, hún alltaf er búin að setja saman starfshóp sem mun fara yfir hvernig lögin standa í dag varðandi fyrningu og það er auðvitað bara má ekki gerast að sérstaklega ofbeldismál sé að fyrnast og hvað þá bara mál yfir höfuð sem lenda á borði lögreglunar. Það bara á í raun og veru ekki að gerast en því miður, það eru alls konar mál að fyrnast sem að bara mætti segja að þarna erum við að missa af tækifærum til þess að sakfella í málum. Og en ég meina þetta eru 9 mál sem að Stígamót fór af stað með fyrir 9 árum. Veistu einhvern veginn hver staðan á hinum málunum? Nei, við vitum það raun og veru ekki. Fyrirvarinn á þessari niðurstöðu var þetta bara, ég held að það hefði verið bara sólarhringur. Þannig við vitum ekki hver staðan er á hinum málunum en ég bíð spennt eftir að fá að vita hvernig hin málin fara því að enn og aftur geti þetta verið mjög fordæmisgefandi fyrir bara mál sem mun koma í framtíðinni. Og þetta er mikilvægt fyrir þolendur bara svona hvers vegna? Þetta er auðvitað sigur og þetta er ákveðin viðurkenning á því þegar sem að
brotaþolar hafa verið að segja núna til lengri tíma, þetta viðurkenning á því að kerfið ekki að virka og við þurfum ekki bara að gera lagabreytingar eða að gera viðhorfsbreytingar, við þurfum verklagsbreytingar, að við þurfum að sjá til þess að þessi mál séu unnin hratt og vel. Við getum aukið rannsakendum, við getum aukið fjármagn, en ef að verklagið ekki í lagi, þá sjálfsögðu þetta ekki að fara að skila sér. Í dag, eftir að María sem kærði 2017 upphaflega, að þá hefur málsmeðferðartíminn lengst 77%. Þetta er rosalega aukning þarna og ég myndi bara vilja sjá harðar tekið á þessum málum og mun hraðar. Ég sjálf þurfti að bíða í 6 mánuði eftir að sakborningur í mínu máli var kallaður inn í skýrslutöku og allar þessar tafir, ef að mál fer svo fyrir dómi, að það þýða þessar tafir náttúrulega bara mildaðir dómar að jafnvel skilorðsbundnir og það náttúrulega bara er ekki kerfi sem er að virka fyrir þolendur. Nei. Akkurat og ég meina það auðvitað líka margt sem að getur skólast til í hugum fólks á löngum málsmeðferðartíma og maður sér það oft í þessu málum að því að þetta eru erfi mál einmitt og þykja sjaldnast líklega til sakfellingar og það er þá yfirleitt vegna þess að það eru yfirleitt 2 manneskjur sem eru til frásögu og þessi sönnunarbyrðin í rauninni liggur öll á þolandanum. Veistu fleiri svona dæmi, bara það sem að svipað og Maríusefnar, það sem að það hefur, lögreglan hefur í rauninni bara svona glóparað þessu frá sér, bara tækifærinu til sakfellingar. Já, því miður og ég hef fengið innsýn inn í ansi mörg mál þolenda þar sem að lögreglan hefur ekki verið að sinna rannsóknarskyldum. Það er í sjálfu sér ákveðin tékklisti, þú þarft að fara í gegnum og það getur til dæmis verið vettvangsrannsókn og ýmislegt fleira og gagnaöflun og taka gögn síma. En við erum að sjá að það er rosalega oft sem þessu er ekki fylgt eftir og þetta geta verið mjög mikilvæg gögn í svona málum og ég get ekki skilið hvers vegna lögreglan ekki að sinna þessum rannsóknarskyldum og það sem að þolendur ekki aðilar máls, það þurfum við að treysta á það að lögreglan og saksóknari skuli vera að taka almennilega á þessum málum og rannsaka þau til hlítar. En því miður erum við að sjá bara allt og mikið að mistökum eiga sér stað og það var gerð skýrsla, Grífi og gerði skýrslu 2022 sem var bara mjög dimm og þar einmitt talað það hvers vegna verið að fella niður svona mörg mála í Íslandi og af hverju rannsókn svona ábótavant. Og ég hef ekki séð lögregluna stíga fram og segja við ætlum að bæta verklagið okkar og við ætlum að sjá þess að þetta gerist ekki. Af því að þó sért eins og ég segi með fleiri rannsakendur, það þýðir ekki endilega að gæði rannsóknina sé góð. Nei. Og ég meina það hefur á undanfarnum árum með mitt fjölgað í lögregluliðinu, við vitum það fyrir víst að það hefur verið settur meiri peningur í málflokkin en samt eins og þú segir þá meðferðartíminn að lengjast og þetta, ég meina, af hverju? Kynferðisbrotadeildin ekki stór og ofta tíðum hefur þetta verið 13 starfsmenn og þarna erum við starfsmenn sem eru kannski að vinna að hluta og við erum með starfsmenn sem að fara í veikindaleyfi, við erum með starfsmenn sem fara í sumafrí. Þannig að það eru aldrei það margir rannsakendur og þetta eru þetta gríðarlega fjöldi mála sem að koma inn. Á hverju ári tilkynnt milli 500 til 600 mál, kynferðisbrotamál til lögreglunnar og við getum bara ekki ætlast til þess að fólk kæri þessi mál þegar við erum með handfyllega fólki að sjá þau. Við getum ekki tryggt gæði rannsóknina, við getum ekki tryggt það að fólk segi fá réttláta málsmeðferð. 13% mála í dag liggja óhreyfð í skúffu hjá lögreglunni í ár eða meira. Það bara algjörlega óásættanlegt. Og það einmitt þetta sem að Mannréttindadómstóllinn var að benda á. Það voru 2, það voru felldir 2 dómar þegar ekki fyrir Mannréttindadómstóllinn. Það var Maríusefnar mál og svo var annað mál sem að hefur svona verið lítið fjallað Getur þú svona sagt okkur frá því? Ég ekki búin að kynna mér það nógu vel til þess að tala almennilega það sem ég búin að vera að beina sjónum mínu svolítið að því
máli sem maður fékk sakfellinguna vegna þess að það mun hafa afgerandi áhrif fyrir þolenda til lengri tíma. En ég sjálfsögðu eftir að kynna með hitt máli betur og mun koma að því seinna en þetta auðvitað ótrúlega mikilvægt samt að við séum að sækja þessa viðurkenningu að utan því að brotaþolar hérna á Íslandi hafa bara mjög lengi talað um það að kerfið bara fullt af brotalömum en það virðist engin hlusta fyrir en Mannréttindadómstóll Evrópu segir eitthvað. Akkurat. Og svo það auðvitað ekki bindandi úrskurður fyrir Ísland ef að Mannréttindadómstóllinn segir eitthvað þó að við séum sannarlega aðili þar að. Þannig að það gæti brugðið til begge vona. Þetta gæti orðið svona mál sem að færa að sitja á hagganum eða svona færa að blása yfir og maður hræddur það. Ég var svona óttast það vegna þess að ég meina þegar ég byrjaði með druslugönguna 2011 þú veist þá einhvern veginn fannst maður vera að vinna einhverja smásigri en svo sér maður að við erum ennþá í sömu hjólförunum og nema að málsfjöldin einhvern veginn orðin meiri. Já og þarna ég nefnilega sammálaður, þú veist ég fagna þessum sigri en á sama tíma því ég veit að Þórberg dómsmálaráðherra að setja laggirnar þennan hóp og það á að rýna í þessi lagaákvæði en eins og ég segi, lagaákvæðin ekki annað en byrjunarpunktur. Við verðum að skoða þetta verklag. Ég hef löngum talað þetta verklag lögreglunnar og ef það ekki eins og það á að vera þá skipta í raun og veru þessar lagabreytingar ekki það miklu máli. En kannski víkjum aðeins af samtökunum frá því að þið voru stofnuð, þið eru orðin hvað gömul? Við erum bara búin að vera starfandi síðan í janúar þessu ári. Síðan í janúar þessu ári, vá. Þetta svo nýtt, já. Þetta svo nýtt. Mér líður svona eins og þess að ég er búin að vera til alltaf í 5 ár. En það örugglega vegna þess að þið hafið unnið ansi mörg og mikið verk. En það þessi málaflokkurinn mitt eins og segir, hann bara svona stafli af óunnum málum og það eru þetta þolendur sem að koma sérstaklega til ykkar eða eru þetta lögmenn eða hverju leita til ykkar? Við erum að vinna með bara öllum þeim stofnunum og félagasamtökum sem koma að málefni brotaþola og við vinnum mjög mikið bak við tjöldin af því að það sem við erum aðalega að vinna í eru þessar verklagsbreytingar sem að þurfa að eiga sér stað og líka hvernig við getum í raun og veru stutt betur við brotaþola þannig eigi betri von að fá réttláta málsmeðferð. Þannig að við erum með verkefni í deiglunni sem að ég vona að ég geti opinberað ég að krossa putta, ég geti opinberað það jafnvel bara snemma næsta ári. Það mun vera mjög góð breyting fyrir brotaþola til framtíðar. Þannig að ég að vona að það nái í gegn. Og já, þú auðvitað þekkir þá eigin skinni hversu mikil áhrif þetta hefur á lífið og auðvitað í gegnum Ólöfu Töru, vinkonu þína sem að lét lífið bara vegna þess hvernig kerfið bara rástinni í rauninni eftir það sem að fyrir hana kom og þannig að við höfum í mörg dæmi einmitt það hversu alvarlegar afleiðingar það getur haft fyrir brotaþola að fá ekki úrvinnslu og réttan stuðning og annað slíkt. Finnst þér einhvern veginn svona samfélagið sé einhvern veginn að breytast hvað þetta varðar? Það sé einhvern veginn opnara, það sé meira, ég meina tekið tillit til þolenda, ef við hugsaum bara vinnumarkaðinn, þú lendir í kynferðisbroti, þú hringir þinn veika og þú veist, og hvernig umgjörðin í kringum svoleiðis eru þið eitthvað að skoða þetta? Þetta auðvitað æði misjafnt en mér finnst auðvitað samfélagi vera svolítið að átta sig á því hvers vegna dómstólsgötunar var til. Það vegna þess að kerfið ekki skilvirkt og ég held að við sem að sjá bara fleiri dæmi sem ekki endilega bara kynferðisbrotamálin. Þar sem að kerfið ekki skilvirkt og það ekki að þjóna almenningi eins og á að gera. Og við erum að sjá líka bara ábúðslega lága dóma fyrir mjög alvarleg brot og þegar við hugsum til þess að það kannski nýbúið að dæma einstakling í 5 ár í fangelsi og hann bara komin í opið úrræði eftir jafnvel bara 6 mánuði. Þetta, þó að ég sé fyrir betrun að þá þarf betrunarstefna fangelsana að vera öflugri og hún þarf að styðja við fanga innan veggja fangelsisins. Það getur ekki verið verk þolenda að þurfa alltaf að horfa sér öxl þegar við erum að ná þessum sakfellingadómum sem eru alls ekki margir. Og ég myndi bara vilja sjá bara
enn meiri pening eitt í þessar stofnanir. Við erum eins og staðanir í dag, við erum með 600 manns að biðlista að komast í afplánun en aðeins 178 rými og þetta bara rýmar ekki saman. Við erum rosalega eftir á þessu öllu saman og það er eiginlega bara grátlegt að horfa upp á það að geta ekki veitt þessu fólki sem fær sakfellingadóma betri úrlausn innan veggja fangelsana. Því að þetta er oft þannig að þegar þeir koma aftur út í samfélagi opið úrræði að þeir oft brjóta af sér aftur. Og við bara sem samfélagi við getum ekki verið að taka hana kostnað á okkur. Nei. Og það alveg rétt einmitt eins og að því að það einmitt alltaf talað út frá þolendunum og þetta alltaf ábyrgðin, þetta höfum lengi kallað eftir því að ábyrgðin verði tekin af herðum þolenda en hún þar ennþá með af fullum þunga en bara einmitt svo við víkjum aðeins að gerendum. Það eru náttúrulega einhver úrræði fyrir gerendur í íslensku samfélagi af því að það talaði ég talaði hérna bara í vor við Drífu Snædal og þá var hann einmitt að tala að þetta gráa svæði sem eru ásetningsbrot hún hafi nú ekki notað grátt svæði hérna svona þá myndlíkingu ég veit hún fyrir tögunar á mörgum hérna ásetningsbrot og svo hérna svona og ekki af yfirlögðu ráði og þetta væru mjög margir ungir gerendur gerðu sér ekki fyllilega grein fyrir því hvað þeir hefðu gert og hvers vegna það væri rangt og það væri margt ábótavant þarna en það við getum alltaf aukið í fræðsluna og reynda að koma í veg fyrir hlutina en þegar að skaðinni skeður hvernig tökum við utan þennan hóp? Þetta er bara mjög góð spurning. Það er ekkert gríðarlega mikið að úrræðum í boði fyrir þennan hóp og hann er auðvitað fjölbreyttur eins og við vitum, bara eins og hópur þolenda er mjög fjölbreyttur. En það sem ég myndi vilja sjá, nú er ég bara með fullt af kröfum. Já, það má bara óska sér hér. Já, í draumaheimi það myndi ég auðvitað vilja bara sjá fólk sem að jafnvel hefur fengið svona dóm og hefur snúið blaðinu stofna samtök eða einhvers konar úrræði fyrir fólk sem er að brjóta af sér. Það er svo mikilvægt að við séum einhvers staðar í einhverjum hópi þar sem okkur finnst við tilheyra og eitthvað sem skilur okkur. Þar sem er konur með svo óbúslega sterkt samfélag og þólendarsamfélagi þar sem við erum með þessa kvennasamstöðu og við skiljum hver aðra og við vitum alveg hvað þessi hluti þýða fyrir okkur. En þetta vantar fyrir karlmennina og ég bara myndi vilja sjá fleiri karlmenn svona lýsa leiðina fyrir aðra karlmenn. Hvort sem þeir hafa sjálfur verið gerendur eða hvort þeir hafi bara ótrúlega góða þekkingu á þessum málaflokki, það myndi ég bara vilja sjá fleiri karlmenn stíga upp og vera partur af lausninni, partur af utanumhaldi, utanum gerendur, partur af þeim sem eru í forvörnum. Ég bara vil sjá þessa samstöðu kalla gegn ofbeldi yfir höfuð miklu sterkari en hún er. Akkur ætlum sé ekki miklu sterkari? Sko, ég vildi eftir svörin, já. Það myndist nú samstæða karla utan alls konar hluti. Af hverju ætli það myndist ekki þessu vettvangi? Ég veit að það fer auðvitað fyrir brjóstu á mörgum með því kjölfar MeToo-hreyfingarinnar og það er svona slaufunarmenningu þar sem að hérna svona má hann koma aftur, má hann ekki koma aftur fram á sjónarsviði. Það var svona þegar frægir gerendur voru og eiga í hlut. Hérna hvar ætli hvatinn í kringum ég meina svona, hvernig við orða þetta svona sami hópur og gagnrýnir þolendur fyrir að slaufa körlum sem að hafa gert þeim eitthvað af hverju vinna þeir ekki að því að ná hinum í sátt við samfélagið einhvern veginn aftur inn og með og allir saman. Já, ég vil meina það að slaufun sé bara ekki til. Slaufun er orðið eitthvað orð yfir það að draga fólk til ábyrgðar fyrir einhverja hegðun eða gjörðir sem að hafa stundað og ég bara veit ekki einasta mann sem að hefur verið slaufað en að gæsalappa sem hefur ekki komið tilbaka. En sko það sem mér þetta bara langsterkast í þessu saman ef að einhver er að áta þig, ég nota bara enskuslætti áta þig fyrir einhverja hegðun eða einhverja gjörðir sem þú hefur gert, þá er bara miklu sterkara að taka ábyrgðina á því. Því að þannig áttu alltaf leið tilbaka. Þá ert að taka ábyrgð á því hver þú ert og hvað þú hefur gert. Og þú getur ekki endalaust bara dusta þetta af þér. Og það er ekkert meira frustrandi heldur en gerendur sem að afneita sínum þætti í sínum gjörðum. Og
Og það auðvitað lang algengast þannig í þessum brotum vegna þess að þeir eru auðvitað hræðileg brot og þeir hafa mikil áhrif og það er mikil skömm eðlilega. Þannig að við verðum störfa einhvern veginn að finna einhvern milliveg þannig að fólk að vinna þessu út úr skömminni og svona komast yfir hennar. Það má áfram skamma sín fyrir það sem maður hefur gert rangt en maður getur samt alveg lifað með því ef maður beitir réttur. Þetta partur af því, það að taka þessa ábyrgð. Mér finnst það bara svo óbúslega mikilvægt og það eru kannski einhverjir einstaklingar sem að telja sér trú það að það hefur bara alls ekki gert þetta og þá er það samtal sem að viðkomandi þarf að eiga við þolandann ef þolandinn er tilbúin í það en það er held ég einhvern veginn svo fróðlegt að horfa upp á það að karlmenn rannsóknir sína það, ok, ég ætla að byrja með byrjun rannsóknir sína það að 20% karlmanna á Íslandi geta verið ofbeldismenn. Þetta er rosalega hátt hlutfall og við erum að tala íslenska karlmenn, við erum ekki að tala útlendinga, innflutta, hvað sem það skilur við erum að tala bara íslenska karlmenn og 42% íslenska kvenna verða fyrir ofbeldi á aldrinum 18-80 ára og við erum ekki að taka þarna inn í börnin. Þetta eru sláandi tölur. Hvað eru búin að leyfa að grasserast í þessu samfélagi þar sem þetta hefur náða verða svona og við verðum bara að vera miklu sterkari í úrræðum fyrir gerendur, fyrir þolendur, við þurfum sterkara verklag þegar sem mál að koma upp. Við getum bara, mér finnst ég að horfa á lögreglukerfið okkar og saksóknarkerfið okkar að við erum bara svo óbúslega eftir á. Mér finnst ég verið að horfa sem 20 ára aftur í tíman að því að við erum bara einhvern veginn ekki að ná að fanga alvarleika þess af því að við erum ekki að ná að koma þessum málum í gegn og ná þessum sakfellingum. 3% sakfellingarhlutfall er bara langt ifrá að vera lagi. Já, og þetta er bara 3% sem af þeim sem eru tilkynnt til lögreglu sem að enda með sakfellingu. Og það er aðeins 10% mála sem eru tilkynnt. Já, einmitt. Þannig að við erum að tala miklu stærri fjölda og ég meina og þá erum við að tala allt þetta svona spektrum af kynferðisofbeldi. Já, kynferðisbrotum, en líka bara það að einn gerandi getur átt svo ofboðslega marga þolendur. Það er sagt að maður sem er kærður fyrir nauðgun af fullorðinsaldri að meðaltali hefur nauðgað til dæmis 6 sinnum yfir ævina. Wow. Það er rosalega há tala. Þannig að, og þetta er það sem rannsóknir að sýna okkur og þetta er alveg óbúslega sláandi að því þarna er þetta orðið eins og bara normalíserað og það er þetta bara óbúslega hættulegt. Ég meina, ef þú kemst upp með ykkur hegðun auðvitað og það er enginn sem slær á fingurnar á þér og það er einhvern veginn enginn sem að challengera veröldin þín sé svona og ok, þá væntanlega heldur þú bara áfram. Það er einmitt þetta með fræðsluna, mikilvæg fræðsluna líka að grípa karla unga og hjálpa þeim að líka, ég velti fyrir mér að því að mér vitandi hefur það ekki gerst, að karl hafi einhvern tímann tilkynnt sjálfan sig fyrir bara, herðu, ég held að ég hafi brotið gegn þessari manneskju fyrir nokkrum árum síðan, ég sé það núna að þetta var rangt en hún hefur ekki þorað að kæra eitthvað svona, þetta hefur aldrei gerst. Nei, og það er líka bara mjög sjaldgæft að gerendur játi fyrir dómi, það kemur einstakarsinnum fyrir en það er mjög sjaldgæft og þrátt fyrir sterk sönnunargögn og þess vegna kemur þetta huglaða mat alltaf inn sem eru þetta bara stórhættulegt þolendum því að þolendur eiga ekki málsvara innan kerfisins, það eru þetta saksóknir sem sækja máli fyrir hönd ríkisins en þannig að þetta er ótrúlega flókin staða og í sakamálum það þarf alltaf að sanna ásetningin og það er bara mjög erfitt að sanna ásetningin en samt eru oft mjög mikið af gögnum sem benda til þess að þetta gerist ekki að handahófi eða óvart, þú getur ekki nauðgað óvart, það bara gerir þetta ekki. Akkurat. Þetta er risavaxinn málaflokkur og hann heldur einhvern veginn bara áfram að stækka, það virðist og lítið breytast. Það hefur margt gott gerst, það vantar ekki. Það eru einmitt eins og við höfum talað fleiri úrræði fyrir þolendur og kannski meiri stuðningur út í samfélaginu en það eru gerendurnir sem eru vandamálið og við þurfum kannski að vera duglegri einhvern veginn að ná utan þann hóp.
En hérna, svo við kannski víkjum aftur að þessum dómi, bara örstutt, þá hérna, já, hann er áhugaverður vegna þess að það bara svart og hvítu kemur fram að íslenska lögreglan, hún bara skussaði svo yfir sig að það tapaðist mál og eins og þú segir, það eru mörg svona dæmi, heldur það eigi fleiri konur núna eftir að fara með álíka mál fyrir mannréttindadómstólinn eða þarf það kannski ekki? Já, þetta bara góð spurning. Ég veit ekki hvort að marga konur, þetta ótrúlega löng vegferð. Þetta mál náttúrulega tók 6 ára að fá niðurstöðu í og það talaði um að meðaltíminn þarna hjá mannréttindadómstóli cirka 9 ár. Þannig að þetta gríðarlega langa tími og oft vilja þolendur bara einhvern veginn að fá aðeins að bara vera í friði, að halda áfram með sitt líf en engu að síður þá sé ég þennan sigur sem sigur fyrir alla brotaþola. Þetta stórmerkilegt, þetta fordæmisgefandi, þetta eitthvað sem við ekki séð áður og ég held að það sé bara mjög mikilvægt að við bara tökum þetta sem dæmi og notum þetta sem þrýsting til þess að knýja fram breytingar í kerfinu. Við þurfum eins og segi vissulega lagabreytingar en við þurfum verklagsbreytingar innan lögreglunar. Það klárt mál. Það þarf bara, já, við köllum eftir því að lögreglan, ekki bara höfuðborgarsvæðinu heldur bara allt land, hún fari að sinna þessu málaflokki með svona meiri festu og ákveðni heldur en áður og þarna kemur bara einmitt þessi staðfesting á að svo þörf. Guðný S. Bjarnadóttir, þakka þér kærlega fyrir að koma og ræða við mig þetta mál. Takk fyrir mig. Og svona öll hinn líka. Já, takk fyrir mig. Og á þessum nótum skulum við ljúka þætti kvöldsins. Ég þakka þeim sem áhlýddu og horfðu fyrir samfylgdina. Öllum góðum gestum þakka ég komuna og samstarfsfólki mínu samveruna í dag. Ég minni á að hægt að gerast áskrifandi á samstöðin.is. Það lítill hnappur sem ástendur áskrift og hvert og eitt framlag skiptir máli. Það þunguróður á litlum fjölmiðli og já, með ykkar framlagi getið þið orðið partur af þessu góða verkefni hér og hjálpað okkur að verða jafnvelin stærri. Ég þakka fyrir og góða nótt. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.